Eins og margir þá hef ég oft litið tilbaka og hugsað það sem ég lærði í skóla. Og yfirleitt það frá sjónarmiðinu hvers vegna var mér ekki kennt þetta í staðinn fyrir hitt, sem var síðan kveikjan á þessari mynd. Samtöl sem ég bæði tekið þátt í og hlustað á akkúrat þetta. Hvað skólinn gerði ekkert fyrir þennan, til hvers var öll þessi danska og starffræði, ekkert í náminu nýttist í raun og kerfið sé bara meingallað. Þannig mig langar aðeins að skoða þetta betur. Hvað til í þessum gagnrýnisröddum og hvar stendur menntakerfið miðað við samfélagið í dag? Þegar menntakerfið var fyrst sett á stofn hefur það tekið mið af kröfum og áherslum samfélags þess tíma og hafa þá bæði byrjað hér á punkti A. En ef samfélagið komið hingað í dag, sem við skulum kalla punkt B, hvert menntakerfið þá komið? Á það ennþá langt eftir? Eða það bara rétt á eftir? Nemendahópurinn sem myndin skoðar eru unglingastig grunnskóla og framhaldsskólinn, þessi aldur þar sem ungt fólk byrjað að mynda sér skoðanir heiminn og átta sig á hvar áhuginn og metnaðurinn liggur. Þannig að út frá þeim gagnrýnisröddum sem hafa ómað svo lengi vert að spyrja, hvað finnst nemendum? Finnst þeim eins og skólinn sé að undirbúa sig fyrir þá framtíð sem bíður þeirra? Nei, ekkert endilega, ekki nógu vel allavega. Nei, ekki nógu vel, þú veist. Já, upp á einhverju marki auðvitað, en mér finnst hún ekki undirbúa okkur alveg. Mér finnst það sé margt sem að þyrfti að bæta við, þá svona eins og meiri fjármálalæsi og hvernig við sjáum skattan okkar og slíkt. Við erum bara svona fyrsta skipti að læra eitthvað, skulum að kaupa íbúð og taka lán eða eitthvað. Ég ekki að læra neitt þannig. Nei, við erum að læra náms- og starfsfræði. Já, nei, mér finnst alveg vanta fjármálafræðslu eða eitthvað svona. Það náttúrulega held ég misjafnt þegar þú ert í verknámi og bóklegu, sko. Það skiptir alveg máli í hverjum, þú veist hvað þú ert að læra, sko. En hvað segja þá þau sem eru búin með sína skólagöngu og hafa unnið og grúskað í kerfinu í fjöldamörg ár? Hvernig var skólinn á þeirra tíma? Og hafa þau tekið eftir einhverjum breytingum? Svona þegar maður lítur tilbaka á bara sína eigin skólagöngu, hvort sem það var bara barnaskóli eða grunnskóli eða framhaldsskóli, að þá auðvitað, maður hafði kannski ekki beint þroskan til að skilja það þá hvers vegna var verið að kenna manni þetta og ekki hitt, vegna sem maður var ekki kominn bara það langt í lífinu. Ég fer í grunnskóla 1963 líklega, 64, eitthvað stað þar. Þá voru fullt af óþarfa hlutum eins og til dæmis maður að læra að skrifa og þá var maður að læra að skrifa einhvern tímann í grunnskóla með blekpenna, með fyllingu, maður mátti ekki skrifa með kúlupenna af því maður þurfti að kunna skrifa með blekpenna til að smita ekki út. Maður þurfti töluvert að læra utanað, próf voru lykilatriði, maður vissi ekkert nema að mældist einhvern veginn þannig og þetta var sko, grunnskólinn var svona ágætis kynning á hinu og þessu en stagl. Sko ég var í MH sjálfur og núna kenni í Versló og svona mörgu leyti fyrir myndi ég segja merkilega litlar breytingar. Kannski að sumu leyti var sko kennslan og svona menningin í MH því það var náttúrulega áfangaskóli. Þetta er bekkjarskóli sem ég er að kenna í. Svona, við hefum kannski Versló svolítið verið að færst í áttina að því sem að var þegar ég var í MH. Ég hugsa svona kannski krakka, sko, svona stemmingin hjá svona félagslega og ýmis svona hegðun krakka hefur breyst. Ég held að þau séu reglusamari í nútímanum. Varðandi hvað ég var að læra, þá var ég með alveg frábæra kennara sem að bara kenndi okkur ótrúlega vel. Þeir voru grjótharðir, þeir voru flest allir kallkennarar sem ég var með þá og það var rosa mikil ægi. Maður þurfti bara svolítið svona að þegja og hlýða. Mér fannst sko svona fyrirhlutan náminu grunnskólinn og svona fyrirparturinn. Það var oft mikill siðaboðskapur, vandvirkni, stundvísi, alls konar einhver svona siðaboðskapur sem væri góður fyrir lífið og sjálfstæran það. Og þú veist, mér leiði ekkert vel í unglingadeildinni, en þú veist, ég gerði allt sem fyrir maður var lagt og
En félagslega var ekkert, það var enginn eitthvað að hjálpa manni eða styðja mann og maður svolítið svona einn með sitt og maður vissi ekki að maður geti talað vanlíðan eða eitthvað slíkt við neitt. Það allt öðruvísi í dag. Auðvitað hefur skólastarfið og kennslan breyst töluvert og þá ég ekki endilega að meina það hafa orðið einhver sérstök bylting vegna þess að við höfum dálítið verið að hjakka í sama farinu með ákveðnar námsgreinar og svo hefur kannski bara komið í ljós þegar maður þroskast og eldist og finnur sér einhvern farveg hvað námið nýttist manni kannski illa. Það hefur svona verið mér hugleikið í gegnum tíðina í mínu námi tímaeyðsla í eitthvað sem skiptir ekki máli, sem kannski bara læra próf og ég var góð í því, ég ekki að segja síðan núna, ég var mjög góð í að læra próf og náði góðum einkunnum en myndi ekki bofsa því eftir á. Þannig að það kannski markar mig í dag, að mér finnst það ekki menntun. Ég var náttúrulega líka svona svolítið, eins og margir kennari, ég var svolítið svona nörd, þannig að margt sem ég var að læra þarna í MH sem að mér fannst mjög skemmtilegt en sem ég átti mig á eftir á og var kannski ekkert endilega það mikilvægast eða skynsamlegasta fyrir fyrir krakka og ég ætla ekki að fara að skjóta endilega rosa mikið á MH en ég held til dæmis þeir eru með áfanga sem að þar sem allir þurfa að lesa einhverja ljóðabók og skrifa ritgerð hana. Mér fannst það rosa skemmtilegt en svona eftir á að hyggja og svona út frá eftir að hafa kynnst betur bara framhaldsskólanemum og hugsað það hvað það sem að mikilvægt og hvað nauðsynlegt, þá myndi ég til dæmis telja ég hefði mátt velja mér svona áfanga og ég hefði kannski gert það en að hafa hann sem svona almennan áfanga fyrir alla kannski ekki endilega. Samkvæmt mínum upplýsingum með því sem ég hef kynnt mér þá hefur verið að kenna tala 62 tungumál í skólum landsins, grunnskólum landsins. Og þú getur rétt ímyndar að vera kennari í dag til samanburðar við það að vera kennari þegar ég var barn. Þá voru bara allir Íslendingar í skóla. Þá voru kannski sumir krakkar með ADHD, lesblindu, Tourette, kvíða, þunglindi, stærðfræðiblindu. Það voru bara engar greiningar í gangi. Þannig við vorum að flokka krakka kannski í tossa og þessi getur ekki lært og ég þarf ekki að skipta mér á honum. Núna náttúrulega búið að greina svo gríðarlega marga og við erum öll alls konar. Og það ekkert auðvelt fyrir kennara, bara einn kennara í hverjum bekk á Íslandi, með kannski stuðningsfulltrúa eins og eða gangavörður eða jafnvel 2 kennarar, að tækla 25 nemendur. Það sem kannski 5 til 10 af erlendu bergi, 5-6 skilja þig ekki, 1 lesblindur, 2 stærðfræðiblindir, 4 með kvíða. Þetta bara heilmikið mál. Þegar ég var í skóla, þá var ég í Fellaskóla í Brjáldinu og við vorum stóra árgangur þegar þetta var nýtt ungt hverfi sem ég bjó í og okkur var skipt í 4 bekki og það voru 3 svona venjulegi bekkir og svo var 1 tossabekkur. Og það var bara mjög flott kennsla hjá okkur sem vorum í allavega þessum venjulegu bekkjum en það var auðvitað bara allir í því sama allan daginn. Það voru krakkarinn inni með lesblindu og örugglega ADHD og fleira en þeir þurftu bara að fara í sama prógram og við hin. Og ég man eftir að það var 1 strákur sem var svolítið öðruvísi og honum var strítt mjög illilega og maður fattaði það ekki fyrir maður var fullorðinn. Að með því að gera ekki neitt að þá var maður ósjálfrátt að taka þátt í því. En þetta var bara eitthvað sem var norm og viðhélst. Og síðan var tossabekkurinn þannig að þau voru bara alveg sér. Í stofum að sá þau rosalega lítið. Og svona hópur sem maður hefur minnst haft samband við af sínum gömlu skólafélögum. Og þetta bara hræðilegt til þess að vita að þess að hafa verið skipt svona upp, vitandi þess að ég veit í dag að svona getuskipting hefur áhrif á börn og bara manneskjur út lífið. Það einmitt það. Það að barn sé flokkað neðar en jafnaldra sinni bara vegna þess að viðkomandi næri ekki alveg jafn góðum tökum á efninu og hinn mun hafa sitt að segja. En þetta líklega
stærsta gagnrýnin sem menntakerfi hefur á sér. Að þetta sé bara einn lítill kassi sem hver og einn þarf að passa inn í ef viðkomandi ætlar sér að ná einhvert í lífinu. En ef kerfið er svona mikill kassi, hvað er hægt að gera til að breyta því? Er jafnvel eitthvað nú þegar byrjað? Eins og kerfið í framhaldsskólum er ekkert kassalega. Ekki kerfið. En hvort að menn útfæri kerfið kassalega er síðan bara eitthvað allt annað. Sko framhaldsskólakerfið er þannig að skóli ákveður að mestu leyti, það er smá undantekning, þeir þurfa að hafa íslensku, þeir þurfa að hafa einhverja stærðfræði, þeir þurfa að hafa einhverja ensku, þeir þurfa að hafa einhverja hreyfingu, þeir þurfa að hafa þriðja tungumál og þeir þurfa að hafa opp og lítið í Norðurlandamálum. Þetta er samanlagt, hvað ég má segja, 30–40% stúdsprófun. Restinn, afganginn ákveður skólinn. Þannig að skólinn ákveður það sé kassalaga, þá er skólinn kassalaga. Þú talar að kerfið sé kassalaga og ég held að þetta sé eitt stærsti misskilningur sem er í gangi í samfélaginu okkar í dag. Og það er alveg brjálæðislega miklu hlutir að gerast í skólaþróun og við mætum alveg brjálæðislega andstöðu oft þegar við erum að breyta. Við erum til dæmis að brjóta upp kerfi sem hafa verið viðhöfð í tugir ára. Öll höfum við gengið í skóla, þannig að öll erum við einhvern veginn með skoðun á þessu. Það er svolítið annað að fara til læknis og þú hefur aldrei verið læknir, en allir hafa gengið í gegnum skóla, hafa skoðun á þessu. Skólar eru náttúrulega mismunandi. Já. Þessi skóli er svolítið Er rosalega bara kassalegur, sko. Það er nýkomin Leiklistabraut. Já. Annars hafa Annars hafa þetta verið svona 3 brautir. Já, Og það er félags- og nýbúið að raungreina. breyta náttúrufræðibrautinni í 3 mismunandi Já, mér finnst alveg hjálpa ef það eru fleiri leiðir eins og bara í verkmenntaskólum og Já. svona fjölbreyttari skólum. Það eru rosalega margar leiðir til að fara og margar brautir til að fara á. Svona skólar þar sem maður getur bara sérsniðið námið sitt og ákveður bara alveg hvað maður vill gera. Já, og svona ákveði hvað maður ekki tekið á löngum tíma. Já. Maður er ekki að vera að flýta sér í því. Ég myndi segja að við á Íslandi séum að vissan hátt heppin og séum við dálítið merkilegan hlut í höndunum með áfangakerfinu. Og ég held að áfangakerfið hafi ýmsa galla reyndar og ég er svolítið gagnrýninn á það, en ég held að hafi líka mikla kosti í því að það er hægt að nota það til að einstaklingsmiða nám. Ég held að það myndi bæta helling ef að námið er miklu meira einstaklingsbundið. Það er alveg sniðugt að vera með bekki og svona, en ég held að það þurfa bara allir að geta farið á sínum hraða í gegnum námið, svo að þetta hendi þeim sem best. Ég held að það séu margar leiðir og mjög margt, mjög flott sem er í framhaldsskólunum, sem að býður upp á þá möguleika fyrir krakka að fara í gegnum þetta. Hins vegar aftur á móti er það náttúrulega þannig að það er tregða í svona kerfum. Þannig að þegar við til dæmis breyttum kennsluháttum mjög svona dramatískt árið 2019-20 hér, að þá mættum við mikil andstöðu í foreldrahópnum. Foreldrar voru hræddir, við læriðum þetta ekki svona, við fórum að samþætta nám, verkefni með að nám, það er mikið lausnaleit, nemendur eru mikið að vinna út frá sínum styrkleikum, nemendur eru að fá að hugsa og við hvetjum til að hugsa út fyrir kassan, vera með vaxandi hugafar þar sem þau eiga að vera að gera mistök og læra mistökunum, því að mistök eru bara lærdómstækifæri. Þannig að það er aðferðafræði sem hún notar og með því, ég held að sé þetta mikilvægasta sem að nemandi framhaldsskóla lærir, það er að læra. Því ef hann hefur lært að læra, þá getur hann orðið það sem hann vill og tekist á við þær breytingar sem hann þarf að takast á við til þess að fara þangað sem hann vill. Eða pluma sig þar sem hann vill. Og þetta er ágætt í núverandi kerfi. En það er ekki allir tilbúnir að takast á við það. Þannig að það er misjafnt hvernig framhaldsskólarnir eru. Sem er reyndar bara afskaplega gott. Því þá getur þú farið í skóla sem að undirbýr þig á þann hátt sem þú vilt undirbúa lífið. Ég er búin að vinna á öllum skólastigum. Ég hef kennt á leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla. Og skólakerfin eru komið mismunandi langt.
Og ég held ég vel að sko, leikskólinn, hann er hvað lengst kominn í að þróa sitt faglega starf að því leyti að það er allt tengt sem þau eru að gera. Það eru þemu, það er samþætting, það er, þau eru að vinna verkefni allan daginn, þau eru ekki að sitja kjöru allan daginn eða neitt þannig. Grunnskólinn líka komið gríðarlega langt og ég held að grunnskólinn í Íslandi sé að mörguleyti komin langt fram úr framhaldsskólanum. Því að hérna hjá okkur eru til dæmis próf nánast úr sögunni. Hvenær hefur lent í því í vinnunniðinni? Herðu, þú átt hérna að leysa þetta verkefni, þú mátt ekki hafa nein gögn og hérna, gjör svo vel, þú hefur 40 mínútur eða 60 mínútur eða eitthvað. Já, þú veist, við erum ekki að undirbúa börnunum okkar fyrir það. Ég hef margoft fjallað um það að því ég bara sé hvað er verið að kenna, að sumir skólar eru ennþá að tönglast á miðmynd, germynd, þolmynd, frumlag, andlag, umsögn, flókinni setningafræði sem Guðmundur Finnbogason, okkar mesti skólameistari, fjallaði um 1900 og kom út með bók 1903 þar sem hann sagði ef þið hafið ekkert annað við tíman að gera í skóla þá er allt í lagi að kenna miðmynd, germynd og þolmynd. Ég sem rithöfundur, höfundur 44 bóka, ég get ekki sagt til því ég sé stóran texta hvað er miðmynd, germynd, þolmynd, frumlag, andlag, umsögn. Og ég held að það séu þetta sem við þurfum að breyta. Það er að fara í gegnum kennslugögnin, hvað erum við að bera á borð fyrir krakkana, hvað skiptir máli og af hverju skiptir það máli. Það held ég þar gæti verið einhver svona, eitthvað sem að við getum alveg rætt. Hvað þarf að vera, til dæmis að því ég nefndi þetta með þessa ljóðabók í MH. Ég meina, þurfa allir að geta gert ritgerð ljóðabók. Það er mjög erfitt. Ég myndi velta fyrir mér grein eins og starffræði. Nú er það náttúrulega þannig, ef þú ætlar þér að verða verkfræðingur eða eðlisfræðingur, þá þarftu talsvert mikla starffræði. En fyrir ótrúlega mikið af störfum og þú getur náð miklum árangri á mjög mörgum sviðum án þess að hafa endilega þetta sem er á bakvið þessar einingar sem er ætlast til að þú gerir í starffræði á framhaldsskólastigi. Þannig að þetta er umræða held ég sem að við þurfum að bara svona velta svolítið fyrir okkur. En svo náttúrulega líka það, svo spurningin að háskólinn segir til þess að gera þetta og þetta, þá þarftu ákveðið mikið í starffræði, í eðlisfræði eitthvað svona. Og það verður náttúrulega að veita þá þjónustu í framhaldsskólanum. Þannig að, og ef þú ætlar að gera það, þá býrðu til ákveðin kassa sem er bara, kerfið kallar á einhvern veginn, skilurðu það. Sko, ef við erum að annars vegar að bera saman grunnskóla og framhaldsskóla, þá get ég ímyndið mér að það sé bara örfá prósent í grunnskóla sem vita hvað þau vilja gera við líf sitt. Það er náttúrulega þessi starfsgrein sem eru námsráðgjafar og ég held að það sé þannig til þess að ég telja að við séum með mjög góða náms- og starfsráðgjafa hérna í Versló til dæmis og krakkar hafa aðgang á þeim og fá uppfræðslu og svona. En á hinbóin er það náttúrulega bara þannig að þú mætir í Versló eða Kvennó eða Borgarholtsskóla eða eitthvað. Þú byrjar bara, þarna er stærðfræðitíminn, þarna er enskutíminn, þarna er dönskutíminn og eins og hérna byrjar á einhverjum kjarna og þú veist, það læra allir það sama og þá kannski fattar og finnst skemmtilegt að vera í einhverju tengt íslensku eða starffræði eða eitthvað svoleiðis. Svo er líka hjá okkur erum við náms- og starfsval. Þá fyrir við starfskynningar og kynnum okkur alls konar störf. Fyrir í háskóla, fáum kynningar frá háskólum og fyrir í starfskynningar og eitthvað. Svo er það náttúrulega líka bara þannig að heimurinn náttúrulega möguleikarnir eru náttúrulega svo rosalega margir og ég held að þetta kannski gæti verið eitt af þessu sem er kvíðavaldur hjá krökkum í dag að þú fríkar út á, það er svo fríkar út á valkostunum, það er svo mikið að mikið sem að þú hefur séns á að gera og svo náttúrulega líka einhverja kröfur kannski, þér finnst að þú átt að vera svona eða hins einu rosalega klár eða rosalega mjó eða. En hins vegar finnst mér eins og ég er búinn að kynnast krökkum í 10. bekk að langmestu leyti, þetta eru upp til hópa góðir einstaklingar, tilbúnir að hlusta ef efnið er gott. Það er bara mín tilfinning og ég held að það séu miklu fleiri frábærir kennarar í grunn- og framhaldsskóla heldur en dabrir. Það er bara spurningin hennar manneskjulega þátt og þá að við kunnum að vera svolítið með þeim, kynnast þeim og getum gefið okkur tíma til þess. Og þar
er áfangakerfið gallað af því að hver kennari er svo stuttan tíma með hverjum og áfangakerfið held ég hefur líka tilhneigingu til þess að ýta undir fagidjótisma. Það er að segja að greinarnar einangra sig í kringum það sem þeim finnst mikilvægt og þá verður hver áfangi er svona eitthvað eins og lítill kubbur sem þú ert að búa til og þá fjarlægistu aðeins nemandann. Já, ég held að bara til að gera þetta minna kassalega að koma smá meira verknámi inn í grunnskóla. Eða þú veist, að gera meira verklega hluti og fá að skoða og gera kannanir og svoleiðis hluti. Af því að ég held að flestir læri meira á að gera eitthvað í höndunum heldur en að lesa það í bók. Já, ég held að líka sko. Og já, bara eins og koma okkur líka út úr þessu að vera alltaf að horfa í bókina sko. Þú mætir í skólan, horfir í bók, sest niður og þú ert bara að horfa í bók allan daginn sko. Það væri betur og getið fengið smá break sko. Já, taka námið eins út úr skólastofunni og læra eins á lífið bara líka. Við þurfum að mæta nemendum á því þroskastigi og áhugasviði sem þau eru hverju sinni. Jú, vissulega er erfitt fyrir einn kennara, eins og ég nefni, að sinna ólíkum þörfum 20 nemenda, en það er hægt að smíða eitthvað sem er áhugavert og krakkarnir hafa virkilega áhuga. Það sem við þurfum náttúrulega bara miklu fleiri fagfólk inn í skólana. Við þurfum fleiri kennara á hópan okkar. Ef við ætlum að geta unni með nemendur og þeirra styrkleika og við erum með kannski í 25 manna hópi nemenda, þá erum við kannski með tæplega helminginn sem er með lesblindugreiningu og alls konar aðrar greiningar. Og umsjónarkennarinn er, myndi ég segja, pínu svona ofurhetja. Af því að hann er sá sem er að takast á við og mæta öllum þar sem þeir eru. Og það eru eiginlega ótrúlega mikla kröfur að setja á umsjónarkennarann. Þannig að ég held að það sé svona ákveðin, en alltaf, alveg saman hvort það er áfangakerfi eða bekkjakerfi, þá finnst mér þetta með kennarinn sem svona mætir krökkunum þar sem við eru, sem getur talað við þau, getur tengst þeim og lítur á svona, ég man ekki hvað þetta kalla, svona þessi pastoral care, ég kannast við það hugtak. Það er sem sagt, þú veist, ég er ekki að segja við sem svo prest, en það er sem sagt að við finnum til ákveðnar ábyrgðar gagnvart nemendum okkar og erum til í að nota hluta af tímanum okkar í skólastofunni í þetta manneskjulega, en ekki bara í jöfnurnar og sagnbeygingarnar. Ég held við þurfum alltaf að vinna með sjálfið, vinna með einstaklinginn. Ef að þú veist hver þú ert og þú eru sterkur einstaklingur og þú lærir að taka réttar ákvarðanir í þínu lífi, þá ættu að setja allt púður í að kenna þér það í skólanum. Þá þurfum við ekki að kenna forvarnir og við þurfum ekki að kenna alls konar hluti, af því að við vitum, við erum bara búin að byggja grunninn það vel að þú munt taka réttar ákvarðanir, af því að það er þinn eigin vilji, þinn persónuleiki er bara það sterkur. Ég hef alveg upplifað það á miðstigi í mörgum skólum að því að mér gefst kostur á að vera til dæmis bara með skapandi skrif, þá felst það ekki í því að ég sé reyna að búa til rithöfunda, ég er að hjálpa þeim með sjálfstraustið og kveikja áhuga á bókum sem þýðir aukinn orðaforði, aukinn skilningur og bara meira sjálfstraust. Og þegar ég er búinn að halda kannski 30 mínútna erindi það hvernig ég vinn, hvað skiptir miklu máli og ég segi við krakkana, nú fáið þið verkefni, það skiptir ekki máli þótt stafsetningin sé slök, vantar punkt, vantar kommu. Eina sem ég bið ykkur er bara að vera í flæði, búið til einhverja þessum sögum, ég gef þeim svona ákveðin verkefni, ég getur valið verkefni, bara þessu til dæmis bara fyrsta æskuminningin, síðustu jól, drauma ferðalagið, hvern langaði til að hitta og ég kenni þeim að bara fara beint inn í atburð og búa til sögu og það að upplifa það með þessum hópi nemenda í bara 40 mínútur, hvernig þau skrifa kannski, þessi krakka, þeir skrifa 2-3 blaðsíður í aðra hverja línu, koma svo upp á töflu og lesa stolt söguna sína, ég sé þau stækka. Það er þetta sem ég er að tala og kennarar sem eru ekkert endilega menntaðir í þessum fræðum, þeir þurfa bara að fá utanaðkomandi hjálp. Sérstaklega þegar kennarar er með svona marga nemendur í einu, þá er ofta erfitt að ná að vinna með hvern einstakling fyrir sig.
Þannig að aftur lykillinn að fjölga kennurum í skólakerfinu og öðrum sérfræðingum eins og þroskaþjálfum, iðjuþjálfum. Ég myndi vilja sjá, sjúkraþjálfa og bara annað fagfólk koma inn með okkur, kynjafræðinga og fjármálafræðinga og svona. En ég held að þetta sé svolítið spurningin bæði endurmenntun og starfsþróun kennara sem eru kennarar og hvernig kennaramenntunin að við hugum að þessu manneskjulega þætti. Það er svona kannski mitt helsta hjartansmál. Ein bónusspurning áður en haldið lengra. Ein gagnrýni allan sem ég hef heyrt að menntakerfið metur einkunnir að meiri verðleikum heldur en eiginlega hæfni nemenda. Eru viðmælendur sammála þessu? Algjörlega ósammála þessu. Vegna þess að eins og hérna, einkunnir ekki til, það til eitthvað sem heitir námsmat. Já. Mér finnst það. Ég ætla að tekja eftir persónulega af því að ég á svona rosalega bóklegri braut og það rosalega mikið hort á þessum bara gagnvart einkunnir. Maður bara legg sjúklega mikið á með að reyna að skilja hvað í gangi til dæmis í elfræði og svo bara stendur maður sig kannski vel á prófi og þá það ekkert annað í þessum áfengum sem gildir nema próf. Þetta bara 100% próf. Sumir eru til dæmis með alveg aglegan prófkvíða og bara geta ekki staðið sig vel í prófi en eru alveg rosalega góðir í viðfangsefninu sjálfu en maður myndi bara spyrja það á venjulegum degi. En einkunnir sem eru gefnar til dæmis í íslenskum framhaldsskólum og grunnskólum líka eru náttúrulega annars vegar þetta einkunnir fyrir einhvers konar bara fara í próf, þú stóðst þig svona hins veginn á prófinu, það eru það einkunnir. En hins vegar talsvert stór hluti af einkunnunum líka bara ert að mæta, ert að skila. Sumir stressast upp í prófum, kannski vegna þess að sjálfstraustið lítið, krakkarnir kunni ekki að anda rétt til að slaka á, það eru kröfur heiman frá, það eru kröfur frá skólanum, krakkarnir að meta sig hvert við annað, allir að tala hvað finnst þú, hvernig gekk þér. En þetta held ég líka sé mjög reyndar líka greinabundið. Þannig að til dæmis eins og, ég myndi segja kannski eins og í stærðfræði, þá er þetta rosa mikið bara, þú ferð í próf og ferð svona út úr prófinu eða hitt út úr prófinu og það er það sem stendur. Meðan að kannski í mörgum öðrum greinum þá er þetta að skila sér eitthvað meira jafnt og þétt, meira svona símat eða þannig. Námsmat er ekki eitthvað sem kennarinn gefur, það er eitthvað sem nemandinn vinnur sér inn með því að sýna fram á ákveðna hæfni. Og eins og aðalnámskrá er sett upp, þá getur þú gefið hæfni náð, þú getur gefið framúrskarandi eða á réttri leið, á góðri leið, eða hæfni ekki náð. Ég veit ekki hvort að vísa í alveg, en ef þú ert að vísa í staðreyndapróf og einhvern eftir því, þá held ég að það sé nú verða dálítið liðin tíð. Og þegar þú ert að meta hæfni, þá er spurningin alltaf hvað ætlar að meta? Hvað ætlar að meta til einhvernar? Og við reynum að hafa verkefni mjög fjölbreytt, þannig að reyna á fjölbreytta hæfni. Þannig að ef þú ákveður að gera podcast, ef þú ákveður að gera kvikmynd, ef þú ákveður að gera tónlist, ákveður að skrifa texta, það er mismunandi hæfni. Niðurstaðan kannski svo svipaða, þannig en það er ekki þar með sagt við séum ekki með neinn próf. Að stundum er það bara ágætismæling, en ekki á heilum námsáfanga. Þegar ég var að vinna í háskólanum og ég var með lyfjafræðinga á námskeiði hjá mér, kennari í lyfjafræði, og ég segi við þá, ég skil að þið þurfa að hafa ákveðna þekkingu þar sem þið eru að blanda lyf og gera svona hluti sem þið þurfið að muna þessa hluti. Og þeir sögðu mér bara ekki séns. Þú verður alltaf að hafa tölvuskjáinn opinn, þú verður að vita hvar þú ert að leita þér upplýsinga, þú verður alltaf að double-tjekka og triple-tjekka allt sem þú ert að gera. Þannig að nei, jú, auðvitað þarftu að hafa þekkingu, en hæfnin er miklu mikilvægari. Og 2011 var náttúrulega nýja námskráin tekin í gagnið og það er hæfnin við námskrá. Höldum aðeins áfram með gagnrýnina, en víkkum umræðina út í aðeins almennari gagnrýni. Við höfum líklega flest öll hugsað sama þegar við horfðum upp á skattaskýrslu eða pappíra fyrir íbúðalán þegar við sáum þau fyrst. Hvar var þetta þegar ég var í skóla? Ef það er eitthvað sem heyrist aftur og aftur þegar menntakerfið er gagnrýnt hvað þarf endalaust að hjakkast á hverri stærðfræðiformúlunni á fætur annarri eða öllum þessum bókmenntum. Í staðinn fyrir að kenna hluti sem við öll þurfum að vita hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Til dæmis eins og að skila inn skattaskýrslu eða sækjum íbúðalán. Núna í kjölfar MeToo-byltingarnar hafa verið hávarari raddir aukna kynfræðslu í skólum og bara fræðslu samskipti kynjanna.
Gætu þetta verið hlutir sem ættu frekar heima í fastri stundatöflu og þá gætu stærðfræðiformúlurnar og bókmenntirnar farið í valfög á efri skólastigum? Mögulega kominn tími á að þurfa að endurmeta hvað hefur mest vægi í skólastofunni? Allan Já, daginn, sko. 100%. Eins og ég er í stjórnmálalæsi, mér finnst alveg þetta ætti að vera áfengi sem allir eiga að fara í. Já, mér finnst líka bara, ég veit ekki eins og hvort þið kennt fjármálalæsi hérna. Ég Jú, held ekki. það er byrjað öðrum bekk. En Það er það nýbyrjað. Já, algjörlega, mér finnst það. Eins og núna í dag með nýrri tækni þá getum við bara googlað á 5 sekúndum margt sem við þurfum að læra utan að í mörg ár í skóla og einmitt læra meira kynheilbrigði og allt þetta sem að skipti miklu meira máli í dag. Já, ég meina, það náttúrulega alltaf verið að endurmeta það. Og bæði, sko, ég pínu lítið efins sko, ég hef svona, sko svona að fara alveg þetta með svona eitthvað beint fjármálalæsi, taka lán, ég veit ekki alveg, en sko, ég veist kannski spurningin einhverju svona millivigi, þú veist að hérna, til dæmis, þegar þú ert að læra einhverju stærðfræði að þá tengja það alltaf við eitthvað sem að þú hefur eitthvað hérna, eitthvað svona konkrétt, eitthvað alvöru, þannig að þú smám saman búið til svona vef af þekkingu sem að hjálpar þér. Í aðalnámskrá gert ráð fyrir kynfræðslu, það er alveg bara nokkuð skýrt þar. Það gert ráð fyrir fjármálalæsi á nokkuð skýran hátt líka. Við þurfum kannski svolítið að hysja upp okkur og bara skoða svolítið betur, grunnþættina hvað er í þessari aðalnámskrá og vinna með það. En ég er alveg bara 100% sammála því. Það eru svo miklu möguleikar í ólíkum kennsluháttum, ekki síst bara vegna þess að við lifum á tölvuöld. Það er búið að búa til heimildaþætti nánast allt. Hvort sem það er sko seinni heimsstyrjöldin, fyrri heimsstyrjöldin, frostaveturinn mikli, móðuharðindin, þetta er allt til. Og þá þarf bara að setja þetta í góðan búning og áhugaverðan búning. Ég hef svona oft haft áhuga á því að í staðinn fyrir að kenna algebru, kenna forritun. Það er svona nokkurn veginn sama hugaleikfiminn og það er skemmtilega að búa eitthvað til sem maður sér á skjá en ég hef ekki komist neitt með þetta. og svo líka bara, ég er líka raungarinn á tæknibraut sem er eiginlega bara stærðfræði og eðlisfræði og það er alveg sumir kennarar sem reyna að leggja meira á sig til þess að útskýra hvernig allt virkar og svoleiðis, en bara kerfi heilt yfir er sett þannig upp að við þurfum bara að fara í próf og standa okkur vel á prófunum og læra skilgreiningar og sannanir og stærðfræðiformúlur til þess að ganga vel. En bókmenntir er í íslenskunni og hvað gerir mikið í því er líka valskóla. Þú verður að hafa íslensku, stærðfræði, ensku alltaf 45 einingum, eða alls 45 einingar en þú mátt ráða hvað mikið. Þannig að þú getur haft mikla bókmenntir, mikla ensku, litla íslensku, tvist og bast. En svo höfum við náttúrulega okkar menningararf, þannig við viljum að fólk þekki eitthvað til okkar íslensku bókmennta og svo getur maður haft skoðun á því að það skiptir engu máli, kannski ekki. En ég sé það á íslensku kennurunum að þeir finnst mikilvægt að við höfum lesið Hávamál og einhverja fornsögur og Laxness og eitthvað svona klassískt. Ég hef enga sérstaka skoðun á því annað en að það veki áhuga á lestri, og þegar ég tala um lestri þá er ekki endilega að lesa bók, heldur eiga að byrja þína rafbækur, hljóðbækur eða eitthvað, þannig að þessi heimur sögunar eða sagnfræðina þess vegna sko að þú njótir hans. Það er hægt að kenna sömu bókmenntirnar, það er hægt að kenna þér öðruvísi. Það er til dæmis hægt að taka inn sterkari kynjavingil. En svo náttúrulega líka til dæmis, ég myndi kannski að fara að auglýsa sjálf á mig, en það er til dæmis líka hægt að það er hægt að kenna eitthvað sem að krakkarnir tengja betur við, og ég er náttúrulega til dæmis er enskukennari hérna í Vestló og við erum með nýlega settum í gang námskeið sem er þar sem við fókusunum á Harry Potter og þá lesum við Harry Potter bækurnar og þetta er búið að vera líka í fjarnámi og þetta er mjög vinsælt og gengur vel. Og þar erum við einmitt kannski þá að segja lesa frekar eitthvað sem að krakkarnir tengja við, hafa áhuga á og er nýrra og og svo getum við sett það í samhengi við, til dæmis einmitt kynjavingla, pólitík og líka það, mér finnst það sem ég finnst svolítið sniðugt við að kenna
til dæmis, það þarf ekki að vera Harry Potter, það getur verið alls konar, er að við erum ekki með eitthvað svona helgislepju gagnvart þessu, af því að þetta er ekkert eitthvað, það er margt mjög gallað, það er margt mjög gallað við þessar bækur og þessar kvikmyndir og þá finnst mér líka gaman að fá krakkana bara með sér til að átta sig á því, meðan að kannski þegar það verið að kenna Njálu eða að þá kannski verður svona einhver, bæði bara einhvern veginn er þetta eitthvað sem er svo rosalega fjarlægt þeim að þau eiga mjög erfitt með að tengja við það, en þá þeir kennarar sem er að kenna það, þá er það kannski þeirra hlutverk að draga þeim á röðina, sýna krökkunum einhvern veginn, selja það einhvern veginn sko, ég veit ekki. Eins og ég var að segja áðan, þú veist, við þurfum námsmat, við þurfum alltaf námsmat og ég er ekki að segja að henda út prófum þýðir ekki ég meti ekki nemendur, allan daginn að meta nemendur. Það er bara hægt að gera á þessu fjölbreyttan hátt. Norðurlöndin er að gera þetta mikið í gegnum samtöl, munnlegt mat, við erum rosa mikið þar, leiðsögnarmati líka, hlutir eins og þú ert að tala kynfræðsla, jafnréttisfræðsla, fjármálaleysi, jú, við þurfum miklu meira að fara þangað og við erum á leiðina þangað. Við erum bara, þú veist, alltaf aðeins á eftir held ég í samfélaginu með að grípa það sem er í gangi. Ég held að kynjafræði er gríðarlega mikilvæg en að sama skapi tel ég líka að það sé ekkert verra bara foreldrar til að skapa ákveðið traust við sín börn setjast bara niður með börnunum sínum í eldri bekkjum grunnskóla ræði bara kynferðismál, bara kynjajafnrétti, mörk og annað. Þetta á ekki að vera hlutverk skólakerfisins að mínum mati. Þetta eru bara foreldrar, ábyrgir foreldrar, þeir setjast niður og ræða þetta við börnin sín. Við höfum verið í því svolítið hér að fá sérfræðinga. Það kemur alltaf svolítið tilbaka að kostnaðinum. Það kostar að fá þessu sérfræðinga. Ég var með kynfræðingi fyrra sem var búinn að útbúa fyrir okkur brjálæðislega flott námsefni og síðan var bara fjárhagsáætlun okkur full. Þannig að hún var búinn að útbúa allt efni og gátum ekki tekið henni inn. Þannig að við þyrstum klárlega meira fjármagn inn í skólakerfið til þess að geta sinnt þessu hlutum betur. Að því að hlutir eins og jafnréttisfræðsla og kynjafræðsla, jú, margir kennarar mjög flottir og góðir í að kenna þetta, en oft eru viðkvæm málefni sem hún þarf að fá sérfræðinga inn í. Fjármálalæsi, stærðfræðikennararnir eru fullfærir að kenna það til dæmis og gera það allan hjá okkur. Við erum alveg stór þemu utan það. Við vorum með nemanda fyrir 2 árum sem að sett upp formúlur og risastórt margvíslega verkefni það hvernig hann geti spara pening, sparnaði sinn og hann var svona helsti fjármálaráðgjafi 10. bekkingana sko. Kennarar sem eru vel menntaðir, vel undirbúnir og í góðum tengslu við krakkana aðlaga námsefni sitt og þá fáum við þetta kannski svona svolítið smám saman. Aftur, kannski samt, það er galli við, og það er líka áfangakerfið, það er búin til áfangi einhvern tímann. Og það er töluvert mikil vinna að búa til áfanga. Og þú ert með kennslubók í, kannski segjum sálfræði eða eitthvað, ég veit ekki. Þú kannski kannast aðeins við það. Og hún er gefin út 1992 eða eitthvað, bara fín bók. Og það er búið að búa til áfangan og það er búið að búa til próf og það er búið að búa til verkefni. Að þá, svo breytast tímarnir, það koma nýjar kenningar, það kemur inn þessi kynjavinkill, það kemur alls konar. En kennarinn hefur ekki svo mikinn hvata kannski til að skipta bókinni út. Þannig að það sem þú getur enda með, og ég er náttúrulega ekki með neina rannsóknir en ég bara veit það, að þetta er eitthvað sem gerist í tungumálum, í félagsgreinum alls konar. Þú ert með efni sem er barns síns tíma, sem er ennþá verið að kenna og það jafnvel verður, og það er ekki fyrir að það orðið mjög vandræðilegt sem að kennararnir láta sér loksins hafa það að skipta þessu út. Sko. Já, ég held að félagsbrautin læri aðeins meira svona sem við förum í stjórnmálalæsi og það er held ég komið fjármálalæsi núna inn í þetta sem bara skildi áfangi í félagsgreinabrautinni. En mér finnst persónulega ekki kennt nóg mikið bara hvað geta hjálpað í lífinu og eins og mér finnst alveg hægt að kenna krökkum um hvernig að gera skattaskýrslu af því að vita það rosalega fáir. Þannig að það sé alveg eitthvað sem ætti að kenna í skólum og er allt bara svona tengt láni og sköttum og allt það. Og eins og það líka bara að læra á interneti sko. Já. Þú veist, við erum að fara inn í eitthvað að meta eitthvað dót sko. Þú veist, og bara að læra inn á interneti. Þetta er stór hluti í námi og bara grunnskólum og líka bara í lífinu sko. Þyrfti bara.
Og á þeim tíma kynnist ég internetinu, 1990-91, eitthvað svoleiðis, og mér fannst það alger opnun. En þá sagði nú einhvern tímann yfirmaður hjá Póst og síma sagði nú einu sinni við mig, þetta internet verður aldrei neitt væna mín, sem að reyndist nú ekki alveg rétt hjá honum. Já, þessi litla saklausa bóla sem interneti átt að vera hefur ekki sprungið enn og lítur ekkert út fyrir að það muni gerast. Internetið er fyrir löngu orðinn mikilvægur partur af lífi fólks og má segja að einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir komist gott sem ekkert af án þess að hafa tengingu við netið. Það má segja að við búum í tveimur veröldum, þeirri raunverulegu og þeirri stafrænu. Allt frá því að sjónvörp og tölvur kom inn á heimili fólks hefur fylgt í umræðu hversu mikil tími fer í að vera fyrir framan skjáinn og þá sérstaklega hjá börnum. En þá vaknar spurningin, skiljum við í raun hvað við erum að sjá á skjánum? Með upplýsingamagn á við monsúnflóð getum við fengið hverja einustu hlið á hverju einasta málefni úr hverju einustu átt. Og á sama tíma eru algóriþmar að sjá til þess að það sem við sjáum er það sem okkur hentar að sjá út frá fyrri notkun. Við erum komið allar okkar upplýsingar inn á netið þrátt fyrir hætturnar sem kunna banka upp á. Áhrifavaldar segja okkur hvernig við að vera. Og það hefur alveg verið vel rætt hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á okkar andlegu heilsu. Þó þessi upptalning taki mjög grunnt á því stjarnfræðilega fyrirbæri sem internetið eru þessi fáu dæmi alveg hlutir sem fólk þarf eiginlega að fara að vita hvort sem líkar það betur eða verr. Þarf mögulega að fara að kenna internetlæsi í skólum. Það er gagnrýn hugsun með sérstöku tilliti til internetsins. Já. Það er náttúrulega ég held bara stærsti hlutur af fólki sem eru á internetinu kann ekki að nota það Bara, við erum líka bara með krakka sem eru 5-6 ára að byrja að nota interneti Þeir vita ekkert hvað að gera. Og þetta myndi byrja í grunnskóla og þetta myndi halda áfram í framhaldsskóla. Þetta myndi breyta svo miklu í þessum heimi Algjörlega. Og líka bara að hafa þetta netöryggi því að þetta getur náttúrulega verið hættulegt fyrir ungbörn að sjá alls konar þessar röngu myndir af fólki og það skemmir náttúrulega sjálfsvíðmynd helling. En ég held að þetta sé jafnvel ein af okkar stærri áskorunum. Þannig að mér finnst þú hitta naglan á höfuðið þarna að stafræn borgaravitund er eitthvað sem við þurfum bara, að leggja rosa mikla áherslu á. Ég hef aldrei séð sem stjórnandi í skóla og sem kennari, ég hef aldrei séð eins mikið neteinelti eins og ég sá síðasta vetur. Og það sem að nemendur leyfa sér að segja í gegnum samfélagsmiðla er bara eitthvað sem þú myndir aldrei láta þig dreyma að segja. Ég las einhvern tíma grein það að þeir sem vinna meira sér fyrir Google og fyrir þessa risa, margir hverjir, þeir hleypa börnunum sínum ekki inn á internetið. Að þetta ruglar í hausnum á okkur og þetta verður fíkn. Krökkunum finnst þetta áhugavert og spennandi og svo einhver eins og nefndir einhver áhrifavaldar. Amma mín var bara kannski minn mesti áhrifavaldur. Ekki einhver kona sem að flagga brjóstunum eða rassinum eða einhverjum vörum út allt eða einhverjum vöðvum. Þetta svo mikil blekking og þegar maður ungur og óþroskar þá kannski eldist maður við eitthvað, tekur rangar ákvarðanir og mynda sér einhverja skrýtnar hugmyndir þessa hluti. Og já, eins og ég í ungmennaráði SAFT sem bara neturíkisráð í rauninni. Við erum mikið verið að vinna með þetta, að reyna að koma þessu inn í skóla. Við höfum búið til bækur og alls konar og þetta gengur ágætlega vel. En það eins og ég sagði bara síðasta fundi að við viljum náttúrulega fá þetta í framhaldsskóla líka. Og ég veit ekki gullna svari með þessa samfélagsmiðla og internetið. Internetið er náttúrulega meiri háttar og við notum spjaldtölvur hérna í skólanum mér og það er hægt að gera óteljandi skapandi og skemmtilega hluti með þeim. En niðurhliðin er auðvitað svo að þarna getum við mist krakkana frá okkur. Þú talar vanlíðan og kvíða á þann. Ég er alveg sammála því að það er alveg, maður sér krakka bara svona pínu hverfa inn í þennan heim. Og síðan þarf eins og ég heyri á krökkum í dag, því ég ræði þessa hluti við krakka, að þá bara segja þú, já síminn minn læsist klukkan þetta. Ég fæ bara klukkutíma á netunni hér. Þannig sem betur fyrir eru ábyrgir foreldrar sem eru að grípa í taumana vegna þess að þetta verður bara hömlulaust. Ég þekki rakara sem sagði mér það einhvern tímann að það kæmi margar mæður á mínum aldri, 60 plus,
með fertuga syni sín í klippingu. Mæta með hann, setja inn í stólinn, nennir að klippa son minn svona, borga fyrir hann, fara með hann heim og setja fyrir fram að tölvuna. Ef krakkar eru alltaf fyrir tölvuna þá tapa þau þessum tengslum, þau tapa félagslegri virkni, þau bara eiga erfitt með að bara nálgast aðra á svona einhverju jafnréttisgrundvelli. Það sem ég hef fundið núna í skólum landsins, núna bara á þessum tímapunkti, skólar kvarta undan slæmu orðbragði, einelti, stríðni og ég held að hluti þess vegna þess að krakkarnir eru of mikið á samfélagsmiðlum. Ranghugmyndir alls konar hluti. En ég ætla ekki að vera einhver risaðila og segja slökkum á internetinu, það verður aldrei gert. Við þurfum bara að nýta bestu kosti eða besta sem þar í boði en hafa samt stjórn á þessu. Það er svo mikið til á netinu sem hægt að nýta sér. Þú getur bara, eins og núna rosalega einhver bylting með eitthvað AI, eitthvað svona skrifa ritgerðir fyrir mann og alls konar sem ekki svakalega sniðugt, en þá svona spyrir maður sig, ef að tölvan getur skrifa ritgerð fyrir þig, af hverju þurfum við að vera að gera það og af hverju getum við ekki nota þessa tækni bara til þess að læra öðruvísi. Hingað til hefur komist upp með að googla texta frá nemendum og Google finnur út í fyrir mig hvort þetta sé stolið eða ekki. En gervigreindin flóknara fyrirbæri að þau breyta orðum og orðaröð og svona, þannig að þetta bara áskorun sem við, og ég meina krakkarnir oft mörgum skrifunum undan okkur. Þannig að þú ert að læra að spyrja spurninga, að læra að ræða við gervigreindina og þú ert komið með hana, nota hana og hvernig ætlar að fást við það. Þú mátt aldrei spyrja staðreyndaspurninga af því þær kom alltaf rétt út hjá gervigreindinni. Hún gerir það frábærlega og þú getur láta hana auðvelda þér ýmislegt. En ef þú sem kennar ætlar að spyrja svoleiðis þá bara, sorry, en það er bara alveg eins og þú hefði getað gert með Google og nú er íslenskan og Google að verða sífellt betri, ég er ekki að segja hún sé fullkomin, en hvaða íslenski framhaldsskólanema skrifa fullkomna íslensku, það er ekki alltaf þannig. Þannig að þetta er bara nútíminn. Þetta er ekki einu sinni framtíðin. Þetta er við erum að fást við að fá nemendur að skila verkefnum úr gervigreindinni og þá er það okkar, hvernig ætlum við að leggja fyrir verkefni svo gervigreindin ráði ekkert vel við það. Eins þegar þau eru að vinna verkefni þá eru markvisst að kenna þeim að búa til heimildaskrár og að meta hvað eru raunhæfar heimildir sem getur treyst. Mér finnst það mjög nauðsynlegt, til dæmis sérstaklega fyrir ritgerð, en maður kann kannski endilega leita rétt efninu. Þegar maður kann kannski bara almennilega að googla hluti. Þetta er bara ekki kennt. Nei, það þarf alveg miklu betri kunnáttu netið og allt það. Og þetta er náttúrulega líka kannski eitthvað sem að kennarar þurfa að sjálfir að gæta þess að endurmennta sig og átta sig á og læra og tengja þetta miklu verið saman. Það er líka til eitthvað app sem heitir Sotero til að hjálpa að gera heimildaskrána og eitthvað. Já. Og það er ekkert allir sem vita því, sem þetta er hluti sem hefði hjálpað mér í fyrsta og öðrum bekk ef ég vita þessu. Og þannig að ég held að það þurfi bara aðeins að kenna mér að krökkum á hvað getur hjálpað til þess að skrifa betri ritgerðir eða til þess að finna betri upplýsingar á netinu. Þannig að þú verður að fara að læra að afla þekkingar og vita hvernig er áreiðanlegt, vita hvernig þú getur notað það og svo framvegis. Til dæmis ég var að tala við gervigreind fyrir í dag og ég bað hann að bera saman Menntaskólann á Tröllaskaga og Menntaskólann á Akureyri. Og gervigreindin sagði mér að Menntaskólann á Tröllaskaga verið langstærsti framhaldsskóli á Norðurlandi með yfir 1000 nemendur. Það er bara ekki rétt. Hann er það bara ekki. Hann er með 540 nemendur og Menntaskólinn á Akureyri er stærri. Þannig að ég segi gervigreindinni, nei, þetta er ekki rétt. Hvar fékkstu þessar upplýsingar? Og svo fer ég að skoða hvar gervigreindin sagðist það að fengi upplýsingarnar og þær voru ekkert þar og þá játaði gervigreindin að þær væri ekkert þar og ég spurði hvar fékkstu þær? Og þá kom eitthvað annað, ég man ekki hvað það hét, það er ekki til. Svo ég sagði gervigreindinni, þetta er ekki til, þetta er ekki rétt. Og þá segja nei, líklega ættirðu að fletta upp hjá Hagstofu Íslands. Og ég sagði, já, það væri gáfulegur staður, en hún gat það ekki. Og þannig að maður þarf að muna gervigreindin, hún þarf að læra. Ég held að gagnrýnin hugsun
og þetta er kannski, hann talar kannski heimspekingurinn, hefur náttúrulega ekkert breyst, þú veist, þú þarf bara kannski að vera virkjan aðeins meira gagnvart netheimum heldur en þú þurftir, vegna þess að þú hafði kannski færri ábyggilegri svona uppsprettur upplýsinga. Núna náttúrulega kemur bara, eins og ég googlaði hvort það væri sniðugt að fara út að hlaupa og þá fékk ég uppsvörin já, bara strax út að hlaupa og svo nei, það er bara stórhættulegt og já, þú skalt hlaupa langt og hægt eða nei, þú skalt hlaupa hratt og eitthvað svona. Þannig að maður þarf einhvern veginn að vera í stöðu svona mati og því sem er að koma og bara vinna þetta með krökkunum, ég held að það sé, og það kemur aftur inn á þetta bara manneskjulega, skilur, að vera í góðu sambandi og reyna að vita hvað er að gerast, sko. Við þurfum mannshugan, því að ef okkur vantar ekki mannshugan, þá getum við alltaf eins nota gervigreindina og sagt, heyrðu vinur, þú þarft ekki að vera í skóla, ég nota bara gervigreindina í að leysa verkefni. Þannig að þetta fjallar um verðmæta aukningu einstaklingsins, hvers virði er mannveran í einhverju samhengi. Þú þarft hann ekki ef að gervigreindin leysir þetta fyrir þig. Þannig að ef að gervigreindin er að leysa fyrir þetta verkefni í skólanum, hættu þá bara í skóla, ég er með annan í jobbið og hann kostar ekki neitt. Ég þarf að borga þér kaup. Þannig að þú veist, það er augljóst ef að verkefnið þitt í skólanum þannig að gervigreindin geti svarað því, þá ertu ónauðsynlegur. Þannig að búið til verkefni þar sem mannveran er nauðsynleg. Og hvar er hún nauðsynleg? Það er þegar hún getur verið skapandi, þar sem hún getur verið að álykta, þar sem hún getur verið að þróa, þar sem hún getur verið að skoða aðra leiðir og svo framvegis, hið mannlega, að þú þarft að læra sem kennari að koma því inn í námið. Vegna þess að fyrirtæki mun ekkert ráða fólk til að vera, gera það sem gervigreindin geti gert. Bara til þess að borga fólki kaup fyrir það ef ég get bara leyst það sjálf með tölvunni. Það er ekkert við fólk að gera. Og það er tölvuvert ódýrara að bara kaupa eina tölvu heldur en að hafa 5 manns í vinnu. Þannig að það er bara galið að ætlast til að kenna fólki fyrir fortíðina. Hún er ekki núna. Og þar höfum við það. Að viðhalda mannsheilanum sem verðmætri auðlind svo að gervigreind mun ekki hasla sér of mikil völd. Stórt og verðugt verkefni. Þó auðvelt sé að ímynda sér að gervigreind muni bara þurrka allt það mannlega úr menntun og með tíð og tíma gera okkur með öllu óþörf í eigin samfélagi, er þetta auðvitað bara enn ein tækniframförin sem er komin til að vera. Og við þurfum bara að finna út hvernig hún getur nýst okkur sem best. Hér í byrjun var sett fram spurningin hvar stendur menntakerfið miðað við samfélagið í dag. Og af því sem fram hefur komið myndi ég segja ekkert svo langt á eftir. Á svörum starfsfólks má álykta að heill hellingur af breytingum sé búinn að eiga sér stað og að skólinn sé algjörlega búinn að umbreytast síðan til dæmis ég var í skóla. En svo aftur á móti þegar svör nemenda eru skoðuð er eins og breytingarna séu bara rétt farnar af stað og skólinn sé pínu ennþá fastur í sömu hjólförum. Það má alveg ræða það hvor hliðin hafi meira rétt fyrir sér en mér finnst myndlíking sem herra Þorgrímur kom með brúað þarna ágæti spil á milli. En það að breyta skólakerfinu er eins og að reyna að snúa flutningaskipi, það tekur bara áratugi. En hvort sem gott eða slæmt þá má alltaf bæta og það sem helst kom fram svo að sem flest gætu fundið sig í skólanum voru einstaklingsmiða nám og fleira fagfólk inn í kerfið. Einstaklingsmiða nám er þá sama sem áfangakerfi. Nemandinn raðar upp áföngum svo að stundataflan verði sem skilvirkust fyrir hann og getur meiri sig að fari hraðar eða hægar yfir ef viðkomandi kýs. Allt saman gott og blessað. En þar aftur á móti kemur upp að nemandinn nær ekki að tengjast samnemendum sínum jafnvel og kennarinn nær ekki að kynnast nemendum sínum á sama hátt og ef bekkjakerfisskóla var ræða. Sem var einnig nefnt sem betrun fyrir kerfið. Það að kennarinn kynnist nemendum sínum svo hann geti aðstoðuð sem best. Og að fleira fagfólk kom inn í skólana, hvort sem það er með erindi við og við eða bara sem partur á starfsliðinu yrði frábært. En hvað stendur í vegi fyrir því? En eru þetta hamlanir sem gervigreindin geti mögulega tæklað? Að hún geti einstaklingsmiða hvaða nám, hvort sem bekkja eða áfangaskóla sé að ræða og hægt sé að fá utanaðkomandi erindi frá fagfólki á þess að hafa miklar áhyggjur á kostnaðinum. Það þarf þó ekki að undra að hér er ekkert eitt rétt svar, því ef það væri bara eitt rétt svar, væri líklegast ekkert gagnrýnivert að tala. En við skulum enda þetta á jákvæðu nótunum. Því þó megi alltaf gagnrýna og benda á hvað megi betur fara, hlýtur eitthvað að vera að gerast rétt. Þannig að hvað er að gerast rétt í menntakerfinu?
ég finn það að því ég fer í alla skóla á landinu sem bjóða upp á kennslu fyrir unglinga, það er bara góður andi. Ég vil ítreka, ég þekki framhaldsskólakerfi best og ég held að það áræði sem að stjórnmálamenn og embættismenn sýndu með því að taka ákvarðanir að leyfa framhaldsskólum að þróast svona, það hafi tekið fyrir Ísland og Íslendinga mikilvægt skref til þess að við gætum náð að vera framarlega í framtíðinni. Því ég vinn mikið í alþjóðastarfi, þannig að ég þekki til í framhaldsskólum í öðrum löndum og mér finnst að það sé mjög margt sem að við getum verið ánægð með. Við getum náttúrulega alltaf lært eitthvað af hinnum, skilur, en ég held að við séum með svolítið einstakt kerfi. Við erum einstakt, sko, með hvað um lítið land, þá er það mjög fjölbreytilegt. Mér finnst það er alveg búið að þróast aðeins eins og það er komin sem leiklistabraut hingað sem vantilega ekki sem hjálpar öllum krakkanum sem vilja allins fara í listaháskólann eða eitthvað þannig. Þetta er alveg sniðugt eins og þetta er. Ég get alveg farið bara með mínar einingar, farið í háskóla, farið á rétta braut og fundið mér léttilega vinnu. En þetta hjálpar ekki endilega krakkanum sem ekkert búin að ákveða hvað ætla að gera. Já. Sko, svo held ég líka bara að kennarar, mjög margir kennarar eru mjög áhugasamir að bæta sig og fólk gera stundaransóknir og taka þátt í umræðum á netinu og skrifa greinar og svona. Þannig að ég held að það sé svona líf í þessu. Ég held að kannski hvatinn af þínu verkefni að við náttúrulega verðum alveg vör við þessa gagnrýni líka og þetta hreyfir við okkur. Ég er hrifinn af því sem ég er búinn að sjá í skólum að Gísla saga Súrssonar bara sem dæmi var svona þykk, óskiljanleg, nú er búið að taka hana saman í færri blaðsíður og eitthvað auðvelt. Krakkar varðandi svona gamlar bækur þurfi ekki að hella sér í það og eyða mörgum vikum í það að vita einhverja Íslendingasögur, það er bara mín skoðun. Ef mér langar til að lesa það seinna, þá bara geri ég það seinna. Þú getur kynnt þetta á stuttan hátt en verðu frekar tímanum í eitthvað sem skiptir miklu meira máli. Vegna þess að störfin hverfa og breytast og ef við ætlum að móta einstaklinga sem að ráða við það til lengri tíma, auðvitað mun samfélagið alltaf virka einhvern veginn. Við munum finna okkur leið til að borða eitthvað og einhvern smá aur og komast til sólarströnd og fyrir sumir er það bara nóg. En ef við ætlum að vera í framlínunni, að vera með fólk sem kann að leysa viðfangsefni sem eru ekki einföld, sem að krefjast einhverjar svona skapandi hugsunar, þá þurfum við að hugsa þannig. Á menntavísindasvið Háskólans, hvað þeir hafa bætt sér mikið og bætt sér mikið í samstarfi við skólana núna komaða nemar á 5. ári og eru hjá okkur að fá leiðsögn og bæjarfélagið sem ég vinn hjá Kópavogur, þau til dæmis borga leiðsagnarkennarann 20% af sinni stöðu í að sinna þessu og það er himinn og haf að koma inn í dag sem kennari eða þegar ég kom inn og bara kasta í djúpulaugina. Þannig að starfið verður alltaf miklu faglegra. Einhverjir kennarar eru bugaðir af kannski COVID áhrifum og kulnun í starfi eitthvað slíkt en kennarar þeir fara í þetta starf að það er þrá að gera gagn í samfélaginu. Þeir hafa ástríðu fyrir því að hjálpa krökkum. Mér finnst til dæmis fyrir þá áfangar sem að þarf að fara í framhaldsskóla til þess að ná stúdentsprófi finnst mér grunnskólinn alveg vera að gera þrepin rétt. Eða mér finnst ég alveg, þetta var ekkert risastórt stökk íslenska milli grunnskóla og framhaldsskóla. Ég fékk að tilheyra UDIS-hópnum, það er áhugafólk upplýsingatækni í skólakerfinu og eru með ráðstefnu alltaf á hverju ári. Fóru slíka ráðstefnu og það er bara svona aha-moment fyrir mann að fara sem kennari. Þarna er þetta allt í einu á Sauðárkróki með 200 öðrum kennurum og þeir eru allir þenkjandi þannig að þeir vilja framþróun, þeir vilja skólaþróun og þetta er bara fullt af fólki sem ég veist ekki að vera til sem að gera ótrúlega hluti og þessi hópur hefur stækkað og vaxið. Og ég held að flestir krakkar hafi möguleika á því að fá góða menntun sem að hendi þeim en meina auðvitað, það er ekkert fullkominn. Ég er svona, mér finnst að við á framhaldsskólastiginu getum nú bara verið svona
nokkuð ánægð með okkur. Ég held að það sama eigi við hinn skólastigin líka. Það sé mjög mikið af mjög öflugu fagfólki að gera frábæra hluti, sko. Þú veist, við þurfum bara að ákveða hvað mikilvægt að læra og það mikilvægt að skilja mannverðina og hvernig hún verður hagað sér og af því leiðir þá líklegt við sjáum hvernig hún muni haga sér. Þannig að ég held að við höfum öll tækifæri með framhaldsskólan og hann er stórkostlegt við höfum stórkostlegt verkfæri til að leyfa honum að þróast og mótast til að eiga einstaklinga sem geta staðið framalega í öllu. Ég bara fullur bjartsýni og ég myndi vilja sjá fleiri einstaklinga koma inn í skólakerfið með erindi, með fyrirlestra til þess að létta undir með kennurum og auka fjölbreytnina vegna þess að nýja raddir, allt uppbrot í skólakerfinu, kannski kemur einn gestur vikulega og segir eitthvað svona nýtt, það er ákveðin hvíld líka fyrir nemendur og kennara. Þannig að við erum á góðri leið. Þannig að, jú, kassalega auðvitað, þú veist, mörgum stöðum. En fólki sem ég er mikið að vinna með og er í kringum, þetta er ofboðslega skapandi fólk og einhvern veginn tapast aldrei þessi ástríða fyrir nemandanum. Það er bara í miðjunni. Þú veist, bara að hafa þessa tilfinningu að nemandi sem kemur til þín, þegar hann fer frá þér, að þá hefur þú gefið honum eitthvað. Og hefur gefið honum eitthvað sem hann getur nýtt sér, hvað segja sjálfstraust eða einhverja hæfni eða kennt honum eitthvað, haft einhverja áhrif á hann. Þess vegna erum við í þessu. Og ég hef margoft reynt að hætta og fara að gera eitthvað annað. En ég kem alltaf aftur því að þetta er bara besta starf í heimi.